Yo, I'm living in this time behind enemy lines, so I got mine, I hope you. Jæja, þáttur 3, You from the hood, I hope you. velkomin settið, Böðvar Takk fyrir, og kallaði Bödda, það er fínt. margfaldur Íslandsmeistari sem formaður, stjórnarmaður, þú sagði ráðan þú hefur líka verið Íslandsmeistari sem leikmaður. Já, long time ago sko, Já, það er samt, alltaf sætt. við ætlum ekki að rifja það upp núna. Nei, slúm ekki færi það. Hérna, nei, þátturinn í dag verður bara til einhver KR Já. og bara relevant þáttur. Þú fylgist með öllum þessum leikjum í fyrra og Já, já. styttist í season. Einmitt. Við ætlum svona, mér fannst svona, ég ætlaði ekki að taka EM Eurobasket umræðina, en það er einhvern veginn astanlegt að sitja hérna og leikur á morgun og láta eins og það sé ekki að gerast. Ég er sammála. Við ætlum ekki að mæta, ég og þú. Nei, ég ætla bara að taka þetta heim í stofu, en svo vorum við að fatta það núna áðan að það eru leiktímar, þú veist, 11 á morgnana og alls konar, þannig að þetta öll svona grillparty, þú veist, kvöld og eitthvað, það er ekki þessar tímasetningar í búið núna. Á þessu móti. Nei, þetta er svona, einmitt, þetta er svona minni mig á það bara þegar HM í fótbolta var í Asíu. Já, einmitt. Okkur mókristilegum tíma. Já, en það er bara, menn þurfa bara að taka sér frí í vinnunni og horfa í staðan fyrir að selja auglýsingar eða eitthvað. Ja. Ef það er leikur klukkan 11 eins og morgun, taka bara langan lunch. Já, Menn gera það líka. já, menn gera það. Á 50. Á 50. Hérna, hvernig líst þér á þetta? Landsliðið? Erum við að fara að vinna leik? Ég meina, við höfum aldrei unni leik á stórmóti. Ég er ekki droslega bjarsýn á það, sko. En það sem hefur kannski breyst líka er það, þú veist, þannig að núna erum við með alvöru stóran mann hana sem að, sem að við höfum kannski ekki haft, sko. Og það geti kannski hugsalega svona hjálpa til, en ég er ekki droslega bjarsýn. Nei. Og líka, þú veist, að missa Hauk Helga Já. sem gæti dekka fyrir ofan sem var neðan sem allt þetta skilur sterkur varnarlega. Það er alltaf rosa sjónasvittur á honum. En hann verður samt með þeim hana úti sem er mjög sterkt fyrir klefan. Hvað svona leiðilegt líka að hafa lent í svona sterkum riðli, eða leiðilegt og ekki leiðilegt, Já. gaman að sjá stjörnur og allt það, en Já. það hefður hægt að fá lélegri lið og mögulega vinna 1-2 leiki. Já, en er þetta ekki oft þannig bara, þú veist, að þessar súperstjörnur hjá þessum þjóðum, þú veist, þeir mæta til leiks í keppninu sjálf, þeir eru ekki búin að vera kannski í riðlakeppninni eða mikið svona sýnilegir, en svo þegar að mótunum kemur, þá kom maður inn, þú veist, svo eru hérna lið sem er að fá Amerikana, þeir fá ríkisborgarétt, vegabréf bara, þú veist, síðustu viku, hvað var ekki Montenegro leikmaður þar sem að kom inn út á meiðslum eða Pólandi eða eitthvað. Pólland sem er með okkur riðli tók leikstjórnanda Mónakó. Já, þetta er svona svipuð, þetta er bara, Fáum bara gesti setti strax sem er smá þetta sæt. er svona svipaðar aðferð eins og í Skagafirðinum, þar sem að einn leikmaður fekk vegabréf eftir 2 ára dvöl á Íslandi. Og ég bara teku ofan fyrir Skagafirðingum að hafa græja það. Það er bara flott. Ég er með 2 spurningar áður en að við hleypum öðrum gesti inn í þáttinn. Já. Hefur tekið Kristófer Eikóks inn núna eftir að Haukur Helgi dettur út? Spurning 1. Já. Spurning 2. Af hverju er Ísland ekki með eitt svona nationalized kana? Einmitt. Og ef einhvern tímann, væri það þá ekki núna með Martin, Elvar og Tryggva í præminu sinu og ná í einn þrist fjarka sem að er að spila einhvers staðar og sko, málið er að ég spyr að þessu og ég er ekki að grínast. Það eru 4-5 erlendi leikmenn í fullt af liðum í deildinni. Við hikum ekki við það, en öllum fyndist eitthvað, ekki öllum, en mörgum fyndist það eitthvað súrt í landsliði. Já, sko, þannig í svari spurningu 1. Já. Varandi hvort að Kristófer Eikóks átti að fara inn í hópinn í stað Hauks, þá var það náttúrulega ekki gerlegt, því að þjálfarinn er búinn að gefa það út að hann geti ekki tekið Kristófer inn í hópinn. Þannig að það bara svarar sig sjálft. Já. Svo er það strákur sem kemur inn, Almar Orri, Káringur. Ég veit ekki hvort hann fór að spila eða hvort hann verið limited minni sem hvernig sem það er. Það var rosa góð reynsla fyrir hann, þegar ég sé hann fyrir mig sem framtíða landsmann. Þannig að hann er hann að fá svona, þú veist, aðeins svona smá bragð að því að vera á stórmóti og allt þetta skilur. Þannig að þetta verið gríðarlega skemmtilegu skóli fyrir hann.
Og númer 2, Já. ég hjartalega sammálaður. Auðvitað ætti að vera einhver vinnuhópur sem átti að fara í gang fyrir löngu síðan og reyna að finna einmitt þennan kana eins og hinliðin að gera. Smetla hérna einu vegabréf á hann og styrkja hópinn. Og þá kannski getum við talað svona á svona nokkuð svona raunverulegan hátt skilur erum við að fara að vinna leik. Ég meina, En ég, já, sorry, ég bara get ekki nei. einhvern veginn, ég er ekki bjassinn. Það vantar svo mikið að því þú ert með Jón Axel, Elvar og Martin sem eru Já. svona komnir bara á hæsta levelum. Jón Axel er komin á hæsta level núna. Já. Svo ertu með Tryggva líka á hæsta leveli. Það vantar svona einn. Og þá gætum við svona bara verið að tala raunhæft. Erum við að fara að vinna 2-3 leiki til að komast áfram? Já. En þá er líka spurningi svo sko, við stöndum og föllum með 3 stiga skotinu Já. í landslæðinu. Því ég meina við erum ekki með hávaxnari liðin. Já. Og þá er bara spurningi svo sko, hvað það prósentur að vera í 3 stiga til þess að eiga raunverulega möguleika á sigri, þú veist. Hún þarf að vera ansi hreint há. Hún þarf að vera há. Mjög há. Það sem að pirrar mig í þessu sko er ég var eitthvað að svona tala um þetta við einhverja og það var bara svona KKÍ og Ísland á ekki peninga eins og þú veist Pólland eða Ungverjaland og þessi lið sem eru með Amerikana. Sko, þú veist það örugglega betur en ég. Ég veit að þetta heldur vel líka. Já. Hvað kostar að fá leikheimild fyrir 1 stykki útlending í úrvalsdeild og það náttúrulega bara hækkar á hverju ári 50 skall. Þú veist, væri ekki hægt að eyrnamerkja bara 100.000 kall á lið í 2 ár og kaupa fyrir það? Jú, en ég hef 1 bara... stykki nationalist kana. Ég veit ekki til þess að það hafi farið á stað einhver vinnuhópur Nei. að svona kafa alveg onni þennan möguleika og sjá bara hvað þurfum við að gera til þess að gera heiðarlega tilraun til þess að gera þetta veruleika. Mér finnst það svo steikt sko út af því að það hefur ekki verið sett í gang og af því að þú veist, það er svo mikið stolt einhvern veginn, skilur við. En mér finnst það vera svo mikið kjaftaði þegar að, eins og þú varst að nefna á Skagafjörðin og Njarðvíkingar náðu fyrir Mari og Matasovic og örgla fleiri sem að reyndu sko. Stoltið ennú ekkert meira en það að útlendingamál eru hérna á Íslandi í deildinni eru fyrir löngu algjörlega úr böndunum. Já. Og svo er stjórn KKÍ í einhverjum vinnuhóp falið að breyta því þannig að íslenski drengir og stúlkur sjáur raunverulegan hvata að fara í körfubolta og svo þau eru búin með sem sagt unglingaflokk sem er sem sagt bara efsti flokkurinn í yngri flokkaprógramminu og ætla að fara yfir í leveli meistaralóg, þá er bara ekki pláss af því það er svo mikið á erlendu leikmönnum og fullt af svona mediocre erlendu leikmönnum sem er ekkert gaman að horfa á. Þannig að þú veist, stjórnin er falið að breyta því og þá kemur regla 4 inn á í einu. 4 á leikmannaskrá. Þetta er engin breyting. Þetta er mjög lítið breyting fyrir mjög marga. Lítið breyting. Þetta er svo breyting að þú veist Þórsara neyðast til þess að hafa 1 Íslendinginn á til dæmis og eitthvað svona en þú veist bara... Og svo líka bara spyr maður sér, þú veist, til hvers erum við að þessu, þú veist, ég meina þetta er ekki sjálfbært. Nei. Þú veist, til hvers erum við með yngri flokkastarf þegar að hérna efstadeildin er svona eins og hún er, hvað var að fjölda erlenda leikmanna. Já. Ég meina, horfa á handbolta, mér finnst þeir vera að gera þetta vel. Það er ekki margir erlendi leikmenn í handboltanum. Nei, 1 og 1. 1 og 1. Og þar sem að kannski eru mögulega svona raunverulega vantar eitthvað sko. Já, og svo hérna í fótboltanum, þeim farið fækkandi, er það ekki? Á þessu ári. Jú, svo ertu kannski með lið eins og Vestra og IBVF sem að ná í fleiri sko. Já, það eru náttúrulega lið út á landi sem að geta ekki manna sig öðruvísi en með erlendu leikmönnum. Þannig að, en þú veist, mér finnst þessi svokallega breyting eiginlega bara svokallega lítil breyting. En til að loka þessar umræðu, þú hefði verið til í 1 2 metra kana sem getur skotið þetta landslið. Já. Þú að fá hérna auglýsingarhlé og halda svo áfram. Það er búið að fjölga í settinu í okkur. Mér var þetta sagt að þú væri unbroken kóngurinn. Við byrjum þannig. Já. Ég var nú að biðjast afsökunar okkur kemur svona seint, þetta skrifast á peysið á Grafarholtsvelli hérna í svona góða veðri sko, en hérna, jú, það er vissulega rétt, ég vinn hjá Unbroken og hérna erum svona að styðja nánast öll þessi félög í deildinni í dag, þannig að hérna, eins harður káringur maður er, en þá einhvern veginn þarf maður að svona fara að hvetja fleiri félög í deildinni, þannig að maður þarf svona stundum að tala undir rós þegar maður er að tala við
viðskiptavinni. Ætlar nokkuð að vera pólitískur hér? Nei, við erum ekki bara unfiltered hérna, Böddi, káringar. Ég skal sjá maður að vera pólitískur, bara ferð þinn farveg. Ég fekk einhverja málefnulegustu skakfirðingar sem ég hef hitt hérna í síðasta þátt, sko, en ég svona... Ég hlustaði á þetta, það var heldur góð. Þeir eru flottir og þeir eru harðir, skakfirðingarnir. Sko, sem sagt, bara svona titillinn á þessum þætti fyrir mér. Nú er ég búinn að búa þarna í Vesturbænum, aðfluttur, fyrir einhverjum 10 árum eða eitthvað. Bara svona how to make KR great again, sko. Og nú er ég bara að tala um körfubolta. Við komumst að því hérna áðan að það hefur ekki spilaður körfuboltaleikur kallamegin í Vesturbænum í 3 ár, í aprílmánuði. Sem er náttúrulega hræðilegt fyrir okkur sem að búa þar. Og hérna, þannig ég væri bara til í að fá hérna smá, bara ræðu frá ykkur báðum, bara svona hvernig ykkur líst á liðið. Við kannski bara byrjum á að fá upp spjaldi núna hvernig liðið lukkar og í byrjunarliðinu erum við með Serba, 30 Serba, Tóta Turbo, Þorvald Orra, Amerikana og Lennarts. Hvernig líst ykkur á þetta? Er þetta lið að fara að komast til playoffs, 4. liðúrslit? Já, við verðum að vera stærri en það að stefna hærra en að bara komast til playoffs. Ég er svona, það er allan mín tilfinning fyrir hvernig þetta lið verður samsett að það á að keyra á eitthvað aðeins meira en að fara bara í playoffs. Og eins og þú sagðir áðan að þetta er svona skrítin tilfinning að vera komin í eitthvað tímabil 3. ári röð og ekki vera búin að fara í leiki í apríl. Og þetta er svona vegferð sem að, þú veist, hún er bara í gangi, hún er bara ongoing og vissulega hefðu viljað fara aðeins lengra en í fyrra en fyrir mér svona finnst mér við allan að vera á réttri leið, bæði varðandi það að þú veist, við erum með kjarna af uppöldum káringum og það er eitthvað svona sem að ristir djúpt í allan okkur svona hörðu káringa að við séum allan þar í þessari vegferð. Að þetta séu heimamenn í bland við svona öfluga útlendinga. Og svo þegar líður á tímabilið þá þarf bara að taka ákvörðun að run and gun á þetta eða þú veist, ætlum við að vera bara láta þetta flakka og fara á liðinu eins og það er samsett hérna jólin, sko. Já. Eru bara svona, ég ætla að reyna að vera smá krefjandi hérna. Er raunhæft bara eins og deildin í dag með 4 atvinnumenn, landsliðsmenn í öllum hópum, nú KR ekki með landsliðsmann. Við getum alveg rætt það hvort að ykkur finnst að Þór rætt að vera þarna. Tóti datt þarna út, en Almar, við hefum náttúrulega Almar sem að við svona, en ekki með ekki það er engin, þú veist, við erum basically að, já, það er engin leikmaður það er engin KR landsliðsmaður í dag. En sko, það er bara innan gæsla bara 3 útlendinga, það má vera með 4. Er liðið nógu sterkt með Þorvald Orra og uppalda KR-inga, ungir, ekki ungir, þú veist, 17 til 23 ára á bekknum, til þess að gera eitthvað, bara eins og deildin er. Sko, það sem mér finnst jákvæmt í þessu er það að við erum að fá þarna 30 leikstjórnarlega, reynslubólta, sem á að geta að spila vörn, skota bóltanum og allt þetta. Þannig að þú kemur með reynsluðaninn í tildulega ungan hóp, þá er ég að tala um strákar, þú veist, eins og Lars og Friðrik og allir þessir. Svo er strákur sem kom hann frá Þór Akureyri, sem var afreiðsingur 19 stigi í leik, hann er að koma hann inn. Lennarts er náttúrulega þekkstærð, hann er mjög góður, hann er prófinn og svo er ég mjög hrifinn af því að taka kananuna beint úr college. Hann er rookie. Hann er 201 og hann getur spila nokkrar stöður á vellinum. Þannig að ég myndi segja, gameplanin væri þetta, starta með þennan hóp, sjá hvernig við förum á stað, sjá hvað við stöndum með jólin. Og ef við erum svona í þokkulegu lagi um jólin, þá er rosa freistandi að bæta inn 4 útlendingum sem væri þá bara svona true stór maður, svona einhver Drungílas típa ef þeir eru á lausu á þeim tímapunkti. Yfirleitt þeir sem eru lausir eru eitthvað fárveikir í haustum á þessum tímapunkti yfir 2 og 3. Já, en það er oft gott að fá fárveika menn inn í hóp til þess að brjóta allt upp, skilurðu, á jákvæðan hátt, svona pínu hérna, hvað sem það, bad cop, sko, með svona smá attitude, skilurðu. Gæti breyst núna með að Bosman B-leikmenn, svona Balkanskagan í heild geti komið, sko. En ég er gríðarlega stoltur ef þetta lið kemur sér í undanúrslit. Já, það væri flott. Ég held að það sé svona alveg klárt svona, við erum líka bara þannig
þú veist, holdi gerðir að við, þú veist, við getum ekkert sagt eitthvað annað hérna annað en að vilja fara djúpt í þessa úrslitakeppni. Þú veist, eins og þú þekkir núna að hverfið bara, þú veist, lifir á þessu að það séu leikir djúpt inn í vorið og það alveg svona uník stemming að spila þessa leiki hérna á vorin og ég held að stóra svona breytan í þessu liði eins og það er sett saman í dag þú veist, ef Þorri helst heill. Þú veist, ef hann nær að Er þetta ekki líka sko ef að Þorri tekur bara næsta skref? Já, við erum búin að bíða svolítið eftir því, fer hann í Njarðvík og gengur ágætlega og kemur síðan aftur tilbaka. Ég vil bara sjá hann bara í, þú veist, fara að krössa startborðið og vera svolítið svona presence og gera tilkalli, menna, þú veist, það fullt af svona unsung heroes í þessu landsliði í dag því það gekk bara vel hjá þeim í sínu félagsliði, sko. Þessi Þorra umræða, ég ætla bara að láta það leið okkur inn í Nimrod í fyrra, fá upp glósabók Frikka Beast, þið sjáðu það á skjánum til vinstri, það má alveg bara horfa að því að sko bara eins og þú sagðir áðan Betti, það var bara svona ef að Nimrod hefði haldist heill og eitthvað svona, maður heyrir þetta oft bara Nimrod þetta og Nimrod hitt það var kannski ekki sniðugt hjá KR að halda í hann allt sísonið sko, eftir á að hyggja hann átti bara að klippa á skærin sko. Hann átti bara að fara jólin. Já. Hann var ekki með skrokkin. Ég meina liðið tapar fleiri leikjum heldur vinnur með hann í fyrra. Þannig að hann var alltaf eitthvað meiddur, hann var alltaf eitthvað að tjasla sig saman og þú veist það vantaði bara svona aðeins að bara herðu, þetta bara staðan, þú veist, þú þarft bara að fara og sviss honum hann út þegar við gátum sko. Það var svona kannski svona frekar svona klúður sem að kannski stjórnin að læra af og að vera bara aðeins svona brutally honest og bara herrið, þú veist, þú ert ekki með skrokkin í þetta og talandi við ætlum að fara eitthvað djúpt inn í play-offs sem meira leikjálag og þú þarft bara að vera með skrokk sem getur spila. Það kom líka glögglega í ljós í bikarnum þegar við spilum móti Stjörnunni á 50 var ekki? Jú. Svo var við leik á laugardegi og hann bara greinilega haltur á laugardegi. Hann var bara ekki með. Og var ekki með. Var það ekki hápunkturinn bara í fyrra, bara að vinna Stjörnuna í höllinni? Þá held að Smárunum. Það sem var svo skemmtilegt við þetta, þú veist, við erum komin í færilega úrslit í bikar og rosa stemning, maður fer á leikinu móti Stjörnunni og við vinnum og allt æðislega sko. Svo er finals á móti Vala á laugardeginum, frábær dagur, þú veist, það koma gamlir leikmenn heim til mín fyrir leik, þú veist, með við veit í hvað marga titla samanlagt á bakinu heim til mín sko. Svo förum við leikinu og allt þetta og jú, vissulega var leikur vonbrigði, en ég tók bara það jákvæða út úr þessu. Þarna erum við að spila úrslita leik í bikar og bara, þú veist, allir KR-ingarnir, þeir eru þarna, þeir koma og allt þetta og það var bara, þú veist, frábært sko. Og það gæti verið þá hugsalega byrjunin á einhverju starra sem við höldum áfram að vinna með núna í vetur. En samt það líka svo slæmt sko, því maður vill ekki vera þú veist, við vorum bara teknir og jætnir þarna í þessum leik á móti Val og þú veist, og það var svona erfitt líka að þau eru að býta í það súra epli að eiga bara ekki breyk í svona leik. Við vorum líka teknir 2009 í höllinni með All-Star-liðið okkar sko. Bikarleikur bara 40 mínútur og það getur allt gerst. En þetta var öðruvísi, þetta var meira bara svona við erum ekki betri en þetta. Já, kom svolítið. Valsarar voru alltaf sigurstranglistar. En þetta var, en við vorum samt að vonast eftir ykkur, þú veist, við komum allan stórir inn í þennan leik, bara því að vinna Stjörnuna, það var risa leikur, Stjarnan Íslandsmeistari. Við vorum með meiddan point guard sem átti að fara Stjörnus. En svona til að klára þessa pælingu með Þorvald Orra og Nimrod og eitthvað svona, þú veist, það sem að mér fannst, ég var svona eitthvað að reyna að finna eitthvað með Frikka, tölfræði kallinu mínum áhugavert og mér finnst það svona svo vont fyrir KR sem sagt bara svona þennan íslenska kjarna og ég tek Dóta út úr því að þú missir út Amerikana sem er svona 20 stiga leikmaður með 35 mínútur leika eitthvað allir bæta lítið við sig þú veist það sem að gerist tölfræðilega er að Amerikanin er ekki með Þórir og Evrópumennirnir tveir bæta sig allir í fulltastegum og framlagi skilur við, þeir bara taka meira á sig en þú sér að Þorvaldur Ór uppar sig 4-5 stig þar meira sko og hinn er bara svona eiginlega bara standi stað þannig að ég er bara svona spá og þetta leiðir okkur svo í símtal eftir smá sko þú veist, er þetta bara þú veist, er þetta nógu góðu leikmenn? Sko Böddi hvenær þurfum við að þú veist, grunninn ég meina, Tóti á landsliðs kaliberi fyrir utan hann hann er í hópnum hann en
vissulega er þetta ekkert, þú veist, ef við spólum aftur í tíman, þú veist, þetta er ekki leikmenn endilega, þú veist, eins og Brynjar eða Darri eða okkar svona helstu sko byssur sem að stígu upp á stóru mómentum. Það vantar líka stundum bara svona smá að býta á jakslinn og taka til sín eitthvað móment að geta verið stóri. Það vantar alltaf svona felum, gerir stundum með Veigar til dæmis. Þannig oft stundum erfitt að detta í eitthvað gýr. Þú veist, það vantar einhvern veginn svona bara, þú veist, býta jakslinn og gera á þetta. Ég held að þetta verið veturnas hérna Tóta. Við vitum alveg hvað hann getur. Já, ég held að það verið veturinn hans með þennan Serba stjórnar leikliðsins og ég held að Þorri fari núna að tengja saman leiki og sína meira consistency. Já, nú þarf það bara að gera. Það verður að gera og hann fyrir að sína consistency. Þú veist, eins og... tími til komin. Já, það er nefnilega, það er engar afsakanir lengur fyrir þennan aldur. Hann var í Olstaliðinu í U20 og maður hélt bara þarna væri bara næsti landsliðsmaður. Það er alveg hægt að gera kröfur á hann. Hann var sjóðheitur hann að mannstu í bikarnum á móti Stjörnunni eins og þú veist að benda á. En svo lögutan á móti Val í úrslitaleiknum, þá fyrir miður var hann ekki alveg tengdur sko. En til þess að klára þetta, bara fá upp spjald núna með bara bekkinn hjá KR. Það sem að ég sé þið sjáum hann reyndar ekki þarna, en áhorfendur sjá hann. Við erum með Veigar Áka, við erum með Reynir Barkan sem kemur úr Þór Akureyri, Friðrik Anton, Lars. Ég veit ekkert hvað Alexander Knudsen er að gera í lífinu. Var ég búinn að nefna Veigar Áka, já. Veigar Áka kominn, já. Svo erum við hann að Benóni. Við erum með Orra Hilmars. Orri Hilmars. Benóni er hann eitthvað nálgast þetta. Hallgrímur Árni er bara heldi fitshooter. Já, Árni gæti fengið þetta moment. Er ég að gleyma einhverjum með það? Lars, var ég búinn að nefna hann? Lars er kominn, nei, þú ert eiginlega búinn að Lars, Friðrik. Þetta er einhvern veginn fyrir mér, þú veist, þá er þetta svona, þetta eru 7 leikmenn sem eru allir svona næstum því nógu góði til þess að hreyfa nálina í úrvalsdeild. En í raun og veru skiptir engu máli þó að þessir, mér finnst svo mikið bara svona, þetta minnir mér svo mikið á fótboltaliðið í KR akkurat núna. Veistu hvað ég meina? Þetta eru uppaldir gæjar, ok, hver eru styrkleikarnir? Þeir eru uppaldir KR-ingar, ok. Eru þeir að fara að vinna einhverja leiki, þú veist, á útivelli, á móti Grindavík? Nei, ekki þeir. En það verður líka bara svolítið að setja bara, þú veist, pressu á þá, þú veist, þetta er bara staðan. Kannski hérna, þú veist, að setja tröst á þá og sjá hvort þeir respondi og stígi þá upp, skilurðu. Að þeir fái þetta tækifæri. Það er líka voða mikið sem þetta snýst skilur. Þú veist. Eru þeir ekki orðið bara of margir núna til þess? Þeir eru allir svipa góðir. Já, þeir eru svipa góðir. En svo hvað asset erum við með? Þú veist, assetin okkar eru Lars. Þú veist, það er gæi sem gæti tekið til sín eitthvað moment og ef hann fer vel að stað, þú veist, þá að hann bara spila eins mikið og við getum látið hann spila. Þú veist, Árni er alveg svona gæi sem að væri til í að sjá svona, þú veist, svona, gjör svo vel, er þetta svið sem þú ert tilbúin að í og sama með Friðrik, ég meina Friðrik var náttúrulega bara, þú veist, í þessu KF-liði fyrra. Var hann ekki framlagsast í Íslendingur fyrstu til? Ég myndi, það var alltaf, þetta var bara galnar tölur, þú veist, hann bara jackaði upp skotum í hverju sókn og það fór allt niður og hann var bara, þú veist, virkilega öflugur og ég hefði svona viljað fá hann í svona, allan að þeirra, hann í restina í fyrra, það svona, þó við vorum svo sem að chasea þetta playoff-sæti alveg fram í loka leik, að sjá svona hvort að hann sé tilbúin í þetta level, þú veist, er hann B-deildarspilari eða getur hann klukkað? Það er sumir leikmenn verða þannig að þeir ræta bara getustigið, þú veist, eru lélegir í B-deild af því þeir eru þar og svo bara fara þeir A-deild og verða bara þannig. En er þetta ekki bara þannig, þú veist, allir þessi strákar, þeir getur alveg sett boltan í körfuna, en þeir þurfa að vera á úrvalsdeildarlevel varnarlega og það er stundum það vant. Veigar Áki er úrvalsdeildarlevel í varnarlega. Algjörlega. Ég þekki það ekki nú. Orri Hilmars er mjög góður í vörn. Já. En hinir eru mögulega ekki nógu góður varnarlega. Nei. Og ég meina Kobbi er varnarsinnaður þjálfari, þú veist, Kobbi var geggjaður varnarmaður. En hérna... Hann var bara að leysa úr þessu, þú veist, þetta er bara verkefni, þetta er bara hópurinn og ég held að, þú veist, meðal káringur er mjög til í að fara inn í tímabili með svona samsettan hóp, frekar en, þú veist, aðkomi menn út allt og eitthvað svona tengir ekkert við svona... Já, þú ert samt komið með, sko, þú komið Garbaeng og Akureyring á bekkinn, fyrir ekki Sauðkrakling. Já. Og svo ertu með þú ert með 5 aðkomumenn í liðinu, sko. Já. Þannig maður heldur bara svo mikið með þessu gæjum, sko. Maður er alltaf að bíða og bara Veigar, nú er árið og Þorri, nú er árið, en nú bara verður það að vera, sko. Þetta er bara, þú veist. Þetta er líka svo góði gaurar. Eða svona utanvallar, það sem ég hef kynnst að þeim. Þeir eru bara góðir í körfubolta, nú þurfum við bara að koma og sína það. Þeir eru fínir í körfubolta en ennþá betri
gaurar, veistu hvað ég meina? Þetta er bara of góða manneskjur stundum. Hefur við þá ekki bara hringi Brynjar sem var frábær körfu en ekki frábær manneskja? Já, bara móðufokkar sko. Eru það að segja þessi vond manneskja? Hvað er það? Nei, en þú veist, það er ekki mjög vond manneskja. Það er ekki til í Þorvaldi Orra að vera smá fauti. Já, það vantar svolítið þannig. Sama með Veigar, þú veist, Lasse er svolítið þannig líka. Nú það bara eitthvað. Það vantar eitt stykki Fannar Ólafsson eða Brynjar Þór Björnsson eða Skarphéðinn Ingason. Þú býður ekki lítið. Inn í liðið. Þú myndir jafnvel taka einum svona. Eitt væri alveg bara á æfingasvæði, bara kveikja í, þú veist, æfingu á mánudegi, sko. Þú veist, bara eitthvað svona, öskra á menn og... Ég held að sé lítið öskra í þessu káli í dag. Ég held að sé lítið svona, ég held að menn séu lítið eitthvað að svona rífast og vera eitthvað svona, hei, inn í klefa er allir vinnir. Ég held að séu bara alltaf vinnir allan daginn. Egill Fórmaður þarf bara að vera upp í stúku að... Já, hann þarf að öskra menn í gang. Gjamma menn í gang, sko. Því að Kobbi er heldur ekki svona öskurþjálfari, sko. Hann er svona, hann er yfirvegaður og fer bara aðra leiðir í þessu. Er hann með aðstæðþjálfara kominn? Matti fluttur út. Það er vist í vinnslu, skilst mér, sko. Það er svona eitthvað að vera að skoða. Það er ekki búið að tilkynna neitt, sko, bara að vera að vinna í því. Og ég reikna með að það verði gæi með honum, sko. Og þú veist, eitthvað svona klassískt fyrir örugglega þjálfa í yngri flokkunum og kannski tekur KF eða svona eitthvað svona þannig scenaríu, sko. Mér finnst það líklegt. Það er allavega svona það sem ég heyri. Herðu, hendum í símtal. Við erum búin að ná í Brynjar sem er á dönskum tíma, klukkan 7 hjá honum. Og var að segja, sko, reynum að vera fljótir klukkan 7, ertu farin að sofa korter yfir 7 Brynjar minn, eða hvað er málið? Ég var farin að lyfta kl. 5:30 í morgun, sko. Ég byrjar að vinna og svona, þannig að ég þarf að vera, Ég skilði þig. Maður þarf að ná lyftingunni áður en maður fyrir með börnin í skóla og leikskóla, sko. Vel gert. Sko, það sem að... Nei, þetta var nú bara, frúin var ekki að pressa, þú veist, það er úlfatími núna. Já, konust við það. Þannig að þetta, nei, það var nú aðal ástæðan, en ég get nú alveg talað, það er nú ekki vandamál. Ætlarðu til Katowice eða? Ég mæti á sunnudaginn og tek seinni 3 leikina. Bjartmar, sonur minn, hann var svo spenntur að fara, ég gat ekki annað en fari líka, sko. Ok, geggjað. Þetta verður því líka fyrst. En við ætlum ekki að ræða það. Jú, ég með eina spurningu. Bara, þetta verður ekkert svona mjög pólitískur þáttur. Hefðirðu tekið Kristoffer Eikóks inn í liðið þegar Haukur Helgi datt út? Svaraðu! Nei, ég hef gert það. Ég held að Almar tækifæri fyllilega skilið og náttúrulega hef búið að fara yfir þetta mál í fjölmiðlum og ég held að vita allir svona, kannski þeir sem er í körfuboltasamfélaginu, Kristófer hefur náttúrulega aldrei verið sáttið við sitt hlutverk í þessu landsliði frá því að hann kom inn í þetta, þannig að ég held að sé bara, þú veist, komið tími á að kynna Almari fyrir þessu og ég held að ef að Tryggva á eftir 7-8 ár held ég að Almar verði hrikalega flottur sem fjarki með honum bara út af að hann getur skotið og stækka völlinn fyrir Martin og Elvar, þannig að ég held að svona ég held að sé bara mikilvægt að fá hann inn í þetta og vonandi færa kannski nokkra mínútur en líka bara að fá að kynna strákunum, kynnast andanum og hvernig andinn í liðinu er. Já. Hvað tölum þá bara um KR. Ekkert play-offs í fyrra, einhvern veginn svona stundum allt í lagi en yfirleitt ekkert mjög gott. Toppaði kannski bara seasonið í undanúrslitum á móti Stjörnunni, vorum að ræða á hann í bikarnum, það var svona hápunkturinn kannski í fyrra. Að hafa unnið það og var einhver stemmari að fara í höllina, í Smáran í úrslitaleik. Ég meina, er ekki bara seasonið fyrir vonbrigði fyrir þeir sem fyrir káring? Eða káring núna en fyrir leikmann káar? Jú, auðvitað vonbrigði en þetta var kannski, mér fannst gaman að horfa á. Ég hreifst mjög á honum Linnarts og mér fannst að spila mjög skemmtilegan bolta en vandamáli var náttúrulega að Kana ígildi í Nimrod, hann var bara ómikið meiddur. Þú veist, ef hann hefði verið heill eða við hefði verið með það ígildi svona á pari við önnur lið þá hefði KR endað í topp 5. Ég efast það ekki, sko. Mér fannst þið alveg það svona skemmtilegur og svona vel spilandi, góður svona, spiluðu vel saman. En það er náttúrulega, þegar þú ert án svona,
hvað maður segja, svona besta leikmannsins eða svona leikmann sem á að loka leikinn fyrir því, þá náttúrulega gefur það auðvitað að það er eftir að lenda í vandræðum. Þannig að ég svona auðvitað, það voru vonbrigði, ég held að alveg verið vonbrigðina kannski að hafa ekki, hvað sem að pull the plug eins og maður segir og reynda að finna nýja leikmann kannski í nóvember, desember í staðinn fyrir Nimrod. Þó hann hafi náttúrulega verið mikill félagsmaður og gríðarlega vinsæll innan KR heimilisins og svona innan leikmanna, þá held ég að hefði þurft kannski að fá þarna leikmann sem var kannski ekki með svona slæma meiðslasögu eins og Nimrod. En annars fannst mér þeir skemmtilegir og þessi deildin var náttúrulega í fyrra var náttúrulega bara þannig að þú gast lenda í 3. eða 4. sæti eða í 9. sæti, sko. Verður hún ekki bara eins aftur? Hvað segirðu? Verður hún ekki bara svipuð aftur? Fyrir utan kannski, Ármann og Ía þangað til að þau félög sína eitthvað eða þú veist, þá ekki bara, það alveg stutt niður í 10. sæti kannski aftur? Já, þetta náttúrulega, það náttúrulega ótrúlega skemmtilegt og hvað við eigum marga trillta stjórnarmenn sem eru klárir í að setja safna pening og gera fullt af hlutum, fá sterka erlenda leikmenn og náttúrulega launatölunar búin að hækka alveg svakalega, þannig að við erum að fá alltaf betri og betri leikmenn og það verður alltaf erfiðar og erfiðar eins og við höfum mikið verið rætt að þessi íslensku strákar sem voru kannski komið inn í deildina fyrir 17-18 að þú þarft að vera bara 23-4 til þess að standa í svona á pari við þessar leikmenn sem eru í deildinni í dag og þar að leiðandi byggja náttúrulega líka vonið eins og við Káli að leikmenn eins og Þorvaldur Orri sem núna að verða 23 og Veigar og þessi strákar kannski taki svona eitt viðbót og verði þá bara fullgildir svona fullorðins leikmenn í þessari deild. Með Þóri og Linnars þarna áfram, þannig að ég svona er að vonast til þess að við fáum svona meira frá þeim og Þorri svona verði Þorri á það til að vera dálítið svona upp og niður, eiga 25 stiga leik og svo 2 stig í næsta leik, við þurfum bara að fá stöðu 17 stig og þá er allir sáttir, sko. En það sem þú sagði áðan Brilli, þú veist, launakostnaður í deildinni hefur hækkað gríðarlega á milli ára. En erum við að fá einhverja betri erlenda leikmenn inn versus fyrir kannski 3, 4, 5 árum? Þú veist, eru þetta ekki bara umboðsmennir að leika sem í íslenska markaði? Að það virðist bara vera opið tékkefti og menn eru bara tilbúin að yfirborga suma af þessum erlendu leikmennum. Jú. Það er vissu leyti hefur þetta verið að umboðsmenn sem voru ekki svona svara þjálfurum eða formunum deildarna fyrir sko 4-5 árum síðan, þeir hringja núna á undan sko, það er ekkert að hafa samband við það lengur, þeir segjast bara að vera með leikmenn og það er alltaf, við getum alveg sagt okkur það að ef þú ert ekki í ACB eða þessum topp deildum þar sem vera að borga alveg pening, þá er þetta alltaf gott að koma til Íslands æfa eins og dag og fá dundur laun, íbúð og bíl og þurfa sko sliti á líkamannum ekkert jafn mikið. Ég rætti Johnny sem fór í IR í fyrra, fór í KR og svo aftur í IR þegar hann fór í belgísku næst efstu deildina. Þetta er bara þræla haldið hérna með íslensku deildina fyrir miklu minni pening og svoleiðis, þannig að leikmenn, ég held að leikmenn séu gríðarlega spenntir hvað launalega sé þó kannski myrkri sé ekki alveg jafn spennandi. En svona áður en að úlfatíminn toppar hjá þér, nú segjum að þú sett bara eigandi KR núna, þjálfari og eigandi, hvað þarf að gerast til að þetta lið geti bara, þú veist, fara að tala einhverja titla og þú veist, bara komast í finals og fjóralög, er þetta nú sterkt bara núna eða? Ég get alveg trú að liðið verði í þessari baráttu 4. og 5. sætið. Mér finnst það svona líklega svona 4. og 5. 4. og niður í 8. sætið. Það er svo erfitt að segja hvernig það mun þróast, alveg svo með IR-liðið fyrra þegar maður var afskrifað eftir 6 leiki og svo enda þeir í úrslitakeppni, sko. Þannig að það getur margt breyst og ein meiðsli þannig að breyta öllu, en svona ef að liðið helst heilt og Linnars heldur áfram að skila sér framistöðu í fyrra og þessi nýji kanni sem ég man ekki alveg hvað heitir verður öflugur, þá get ég alveg, get ég alveg trúið að ég geti náð 4. og 5. sæti. En gæði náttúrulega á leikmönnum eins og bara og fjöldi góðra leikmanna eins
og í Tindastóli og þú veist, það er erfitt að keppa við það, en síðan getur hún alltaf lent í því alveg eins og Keflavík í fyrra, að lenda bara í einhverjum spíral og eyða og fá nýja leikmann að halda það reddi í, sko. Þá er bara, þú breytir ekkert stemningun í liðinu, sko. Og þetta snýst alltaf þetta sem mér finnst alltaf skipta mestu máli, það er þessi íslenski kjarni. Og ef þú nærð að hafa þokkalan kjarna sem er sterkur og stendur vel saman, þá er auðveldara að búa til gott lið og finna réttu pústin. En ef að stemningin er ekki til staðar og plús kannski og lendir í að fá leikmenn sem líkar ekki vel við hvernig annan, eða spila ekki vel saman, þá náttúrulega bara hrinnur þetta jafn hratt, sko. Þannig að þetta er rosa mikið, þú sér bara Tindastóll, þeir hafa verið með góðan íslensk kjarna og Pétur og Sigtrygg Arnar svona sem, ég hef alltaf sagt það eins og með Tindastóll, þú verður að hafa Pétur í svona þokkalegu hlutverki og núna Sigtrygg Arnar, að svona til þess að bara sé stemning í bænum og svoleiðis, sko. Þeir vilja svo gott körfuboltalið, en þeir vilja náttúrulega líka sjá sína stráka spila og þar af leiðandi er mjög mikilvægt að sé allan einn eða tveir sem hafa sterkja tengingu við bæinn. Og það er bara alveg eins, held ég, öllum öðrum félögum. Við horfum á Val, þetta eru sterkur kjarni sem við spila mörg ár saman. Það er alltaf auðveldara að hrista upp í hlutunum og svona ná einhverjum úrslitum ef það er svoleiðis, sko. En hvernig líst þér á liðið áður en við sleppum þér? Ég meina, þetta er svona óvanalegra heldur en hitt að vera með 30-an Serba í pointgardinum sem er svona, þú veist, góður í vörn og eitthvað svona örugglega með geðveitt hátt IQ en ekki mjög hraður. Svo færið Kana Fjarka, þú veist, beint úr college. Þetta er svona ekki uppskriftin sem að liðin hafa kannski verið að stökkva oft á hérna á Íslandi. Nei, við erum náttúrulega búin að fá Serba bara til landsins í 10 ár eða eitthvað. Þegar ég var að byrja þá voru fullt af Serbum og þeir náttúrulega eru frábæri körfuboltamenn. Þetta getur verið, þú veist, svona, þetta geta átt erfiðleikum með að aðlaga sig kannski þessum villta bolta sem íslenski boltinn er. Serbinn er náttúrulega vanur í bara þjálfarinn stjórnar þessu með harðri hendi. Ég man ekki hvort að Böddi muni eftir sinni ákvörðun þegar hann náði sér í Serba hérna 2007-08, Samir Sjaptahovic. Var hann ekki Serbanas eða? Eða var hann Kosovi? Ég man það ekki, ég kannast ekki eftir það. Manstu ekki sköllóttu pointgard enda á króknum og ég man ekki hvort það gerst eitthvað afsamt þar en þetta geta verið, þú veist, frábæri, þú veist, alltaf frábæri leikstjórnendur en það er spurning hvort að hann vilji róa leikinn of mikið niður og þetta verður, þú veist, og svo ertu með Toto Turbo sem vill hérna keyra hans leikinu og Þorra líka. Þetta verður fróðlegt. Já, ég meina, Kobbi það bara að koma þeim skilabóðum á framfæri við Serban, 30 Serba, 1.90, hvaða bolta hann vill spila og þá spila hann bara þann bolta. Já, ég meina, það tókst ekki hjá Stjörnunni í fyrra til þess að fá Slóvena þarna inn sem hann kom seint inn, var það ekki? Jú, en þú veist... Já, hann náði bara ekkert að aðlagast. Nei, en eins og Káur í fyrra, þeir voru bestir bara þegar þeir voru að hlaupa og Þorri á opnum velli til dæmis sem frábær, sko, en ef þeir ætla að fara að spila einhvern hálfkort Balkanbolta, sko. Nei. Við erum bara að fara að spila run and gun. Mér líst ekkert á þetta. Jú. Ég held samt, við erum með samt sama kjarna í fyrra og ég held að það muni klárlega hjálpa til svona að verða samkeppnishæfur og vinna leiki, sko. Já. Það var allt í fyrra, voru fullt af leikjum í fyrra sem voru ekkert eðlilega tæpir. Við töpuðum öll. Þú veist, bara, þú veist, þetta er eitthvað 5-6 leikir sem eru bara. En þar er einmitt hitlið núna með eitthvað Clutch Kana og þú ert með hérna eitthvað Serba sem fyrir að stilla upp, sko. Já. Þá eru þeir bara að gera svo vel að díla við það. Þú veist, þetta gengur ekki aftur, sko. Þú veist, þetta verður bara að vera betra enn í fyrra. Ég meina, er það bara, þú veist, ég er ekki að fara að setja einhvern hita hérna á Jakob, sko, en þú veist, er það samt bara í boði að komast aftur ekki í playoffs, eða? Nei. Bara fyrir klubbinn, skil. Það gengur ekki upp. Ég held að séu allir meðvitaður um það. Bókstaflega, þú veist, stjórnin, Kobbi sjálfur líka, skilurðu, það djúpur inn í þessu og bara klefin líka að það, þú veist, það gengur ekkert upp að fömbla playoffs back to back, sko, í svona klúðri, sko. Þú veist, það er ekki boðið, sko. Brynjar, ég sagði á hann, ég vil sjá þetta lið komast í undanúrslit í ár á þessu tímabili og skoða með að bæta inn 4. manni eftir áramót, einhvern svona alvöru stórum gæja. Þú veist, það er náttúrulega freistandi að
náttúrulega vonast til þess að þetta svo stutt á milli. Menn megi ekki gleyma því sko að sjá Njarðvík sem brillera allt tímabilið. Það var bara að overachieva, hvað kallum við það, voru að vinna leiki og svo koma í úrslitakeppnina og henta engan veginn fyrir úrslitakeppnina og detta út og móti allt annað sem frekar samfærandi sko. Þannig að þetta svo, deildin náttúrulega allt annað dæmi heldur en sko úrslitakeppnin. Þannig að það er gaman, þú veist það er gaman að vera núna í þeim spórum hérna, að sitja hérna, tala digurbarklega og þurfa ekki að taka neina ábyrgð. Sjá hvað hann léttur á fæti núna, það er bara, það er engar áhyggjur, það er bara kröfur. Viljum við spyrja Brynjar að einhverju meira að hleypunum? Hvenær flyttur aftur til landsliðsbrillið? Það er allan að 3 ár. Ok. Þú ert að þjálfa og svona út það ekki? Jú, ég er að þjálfa U11 ára og U13 ára hópu og tekinn við sem sportschef í klúbbnum líka. Já. Að gera allt vitlaust, þannig að það er margir ósáttir og aðeins að breyta hrist upp í hlutunum hérna. Það er bara við þekkjum þann karakter. Það verður frábært að fá þig og ykkur heimbrillið, þá kemur við með þessa reynslu inn í KR, af því það er bara svo mikið af þetta fyrrum leikmenn, haldið tengslum við félagið með einhvers konar vinnu, hvað sem segir að þjálfun eða aðstofa við heimaleiki og allt þetta skilur bara þetta presen sko. Það er einmitt sem ég að predika hérna, mikið af fólki sem að rífa kjaft og gera með kröfur en það er engin til í að sko, til með stjórnarvinnuna sko. Það er vandamáli hér sko. Hvar spáir þessu KR-liði? Bara ekki hvað þú vonar og gengur upp og eitthvað bara svona, hvar heldur þetta KR-lið endi bara, liðið bara tilbúið? Útlendingur inn eða ekki áramót? Ég held 5. sæti. 5. sæti? Ég held 5. sæti með sko út af því að við erum með þetta framhald frá síðasta ári með íslensku leikmennina Linnards sem svona held ég sterkur kjarni og Þórir verður á pari við það sem hann var í fyrra og ég held að Þórir verður betri. Og það er bara, ég náttúrulega bara setja kröfur á Þórir verður betri, hann verða 23 ára og ég vil líka sjá Veigar, ef hann helst heill, ef liðið helst heill, þá held ég að ná alveg 5. sæti. Og var ekki eins og Þórir, var hann ekki, þú kannski leiðréttir mig, hann var ekki framlaga hæsti íslenski leikmaðurinn bara í sko mörg ár aftur í tíman sko, á tímabilinu fyrra sko. Þú veist. Tekur svo mörg frákost. Ég var aldrei hár í framlagi, ég var alltaf mjög niðurlægður, ég var bara fyrir út á þriggjastellinu, engar stóðsendingar og ekki frákost. Þú bara valst fyrir okkur fullt af leikjum á lokasekundum og fullt af titlum með skotum þegar áþurft að halda, þá deliveraði Brynjar Þór. Manstu þetta baseline á króknum? Það er alltaf ljúft að ríða það upp sko. Það var yndisleg tilfinning, horfa hérna í kringum sig og keyra laufléttir aftur í bæinn, það var gaman. Þú áttir þetta skot ekkert, þú varst ekkert mikið í þessu skoti sko, svona í gegnum ferilinn. Nei, mér leið samt alltaf vel í svona skotum sko, ég var að leika mér í þessu, en ég var svo agaður leikmaður, ég fór ekkert út fyrir svona þægindraman í leikjum, en mér varst gaman að taka þessu skoti, ég verið að spila 1-1 og svoleið sko, en ég var ekkert mikið að svona gera eitthvað vitleysu sko. Ekki svona í seinni tíma, en maður var aðeins ruglaður þegar maður var yngri. Heyrðu, þakka þér fyrir að kíkja í þáttinn. Já, bara, mér var ánægð, gaman að sjá þessa meistara. Gott að sjá þig. Svo hlakka ég til að sjá ykkur í Skjólinu í apríl. Já, heldur betur. Það er ekki svoleiðis? Jú, það er bara, þú veist, það er bara 100%. Það eru ekki bara planaðar nú þegar, við erum að setja út í kosmosið. Jú. Það er bara þannig. Alveg 100%. Ég var svektur að missa í vor sko, ég var leiður, ekki viðurkenna það, ég var leiður að kápa úr eitthvað. Já, bara það að fá eitt skilur. Bara landinu líka. Þú veist, bara fá einn heimaleik, mögulega 2. Þú veist, það hefði bara gert helling upp á, þú veist. Svo er sko málið að það kom ekki fótbolta heimaleikur í 3 mánuði í kjölfarið sko. Já, nákvæmlega. Nei, þetta er búið að vera smá snúið, að vera káringur, undanfarið misseri, það er bara staðan. En við erum alltaf stóri brillið, ekki? Við erum alltaf stóri, það er lykilatriði að vera, maður er út með kassan, það þýðir ekki það. Algjörlega. Herru, við bjóðum að heilsa til Katowice þegar þú ferð þangað. Herru, sömuleiðis, gaman að sjá okkur. Sömuleiðis.
Takk fyrir spjallið. Takk. Já. Jæja, þá erum við bara komnir, wow, klukkan korter í 6. Já. Ég bara gera þetta upp. Jú. Ég meina hverju spáið þið? Mér finnst þið svona, hvað ég segja? Og pólitískir eða? Nei, meira bara svona, mér finnst þið svona mikið verið að tala hvað þið vonið að gerist. Þú veist, ef Já, allt gengur upp, gerist þetta, já, hvað haldið að gerist? Sko eins og Brilli verið að benda á, eins og við vorum að ræða líka bara áðan, eins og í öllum öðrum liðum, þá snýst þetta líka það, þú veist, ná allir að spila heilt sísón og við verðum ekki fyrir einhverjum alvarlegum meiðslum og svo framvegis. Sko þetta bara leggst vel í mig, ég horfði bara á hópinn, sé þessa leikmenn, ég er hrifinn af því að taka þennan Kana beint úr háskóla. Já. Ég er hrifinn af því að vera með reynslubolta að stjórna leik liðsins. Linnards, hann þekkst þær, Tóti Þorri, svo þessi ungu strákar. Og ég er alveg 100% af því að þeir eru bara býðir að fá tækifæri til þess að sanna sig og fá traustið og allt þetta. Og eru vantarlega búin að vera að æfa á fullu í allt sumar. Liðið búið, sko, ég veit bara til þess að það voru, þú veist, Kobbi var bara með æfingar í þú veist, byrjun júní. Liðið var bara að æfa þegar að play-offs var ennþá í gangi. Það var bara að pikka upp bolti inn í sal og þeir voru bara að taka á því, sko, þú veist, þeir vilja ná lengra. Og svo líka bara þetta, þeir sem að upplöðu það á síðust tímabili að komast ekki úrslit, ég ætla bara aldrei að upplifa þá tilfinningu aftur. Við erum að fara inn í þetta, við erum að fara inn í play-offs og við ætlum að setja markmið og setja bara markmið strax. Við ætlum inn í undanúrslit og svo ætlum við að byggja á því þar og sjá hvað við komumst. Þú veist. Hver fyrsti leikur KR deild, vitið þið það? Ég er ekki komið svo djúpt, sko. Ég er ekki komið svo djúpt. Það er eitt EM á milli og fullt af æfingarleikjum, Reykjavíkumót, lengjumót. Já. En þeir geta alveg lent í alls konar mómentum sem að reynir á hennar hóp og þú veist, það getur orðið. Það er alltaf. Já, þú veist, það er alltaf. En þeir nú er komið bara, þú veist, þeir þurfa að vera svolítið stórir og taka til sín og ræta þessa útlensku gæja og þú veist, og taka sín móment. Þá er ég að tala um heimamennina, sko. Þú veist, það er þeir sem að rista hvað dýpst í þessu KR-liði fyrir okkur, sko. Og stuðningurinn, ég veit bara, þú veist, með að við gengið liðsins senastu 2 ár, þá búið að vera, þú veist, frábær mæting í Skjólinu, þú veist, föstudagsleikinir hafa verið bara geggjaðir, stjórnin er búin að vera með alls konar viðburði inn í félagsheimili eftir leik. Algjörlega. Þannig að það vantar ekkert upp á það. Þannig að umgjörðin er til fyrirmyndar og ef að liðið þessi að tikka með þessu, þú veist, þá er þetta allt í einu bara fljótt að gerast og þetta verður allt í einu bara orðið stór hættulegt vígi, sko. Þegar liðið kemst upp, þá er gert mjög vel að sækja strax 2 svona í kringum landsliðileikmenn, Þorvald Orra og Þóri. Eru fleiri, Kristoffer Eikóks er í Val, Káringur, hinn eru erlendis, eða hinn er Martin. Er ég að gleyma, eru fleiri sem að svona þegar stjórnin sest niður eftir tímabil bara svona, jæja, hverju getum við náð heim? Er ég að gleyma einhverjum með það? Nei, ég menna, þetta er Martin og Almar Orri er náttúrulega bara í háskóla. Almar úti. Og hann, náttúrulega, hans plani er væntanlega að fara svo bara í atvinnumennsku. Nei, við erum kannski í svona millibils ástandi núna frá því að þú veist, Brilli og Darri og þessi árgangur var að, þú veist, klára sína ferla. Þú veist, auðvitað komist ekkert eitthvað mikið að leikmönnum þegar þeir voru upp á sitt besta. Þannig að við eigum kannski ekkert endilega eitthvað svona bunga af leikmönnum, sko. Fyrir núna, nú er svona... Það kom náttúrulega rosalega sterkur árgangur með EIO og Arnór Hermann sem að Dótt Turbo var í og fleiri, en já, einn af þeim er í liðinu í dag. Arnór, hinn eru Kingum KF og eitthvað. En svo er kannski svona, bil, Veigar og svo yngri bara. Já, svo bara yngri. Og ég þekki ekki yngra, sko, Nei. En eina sem ég veit bara, þú veist, að það er hann strákur sem var á Norrlandamótinu í sumar, þetta er Benjamin, fæddur 2008. Já, einmitt. Þú veist, kannski ekki tilbúin í eitthvað svona, en þú veist, það er alltaf hægt að kýtla einhverja leikmenn. Bara eins og Óskar gerði í fótboltanum, skilur, hann setti bara 2010 strák bara í byrjunarliðið á móti Val og hann bara geggjaður. Og þú veist, þannig að þetta er líka svona moment, hvernig tísar þessa ungu gæja upp og að þeir fá smjörþefinn og geta tekið til sín einhver moment að verða móðufokkarar eins og þessar eldri gæjar. Ég held ekki að Orri muni stíga upp núna í vetur. Hann alltaf þekkir, þú veist... Hann var í
gamla liðinu. Orri var fínn í fyrra, en bara svona... Já, en ég held að hann verði bara... meira þak þarna? Nei, það er góð pæling, þú veist, hann er svona kannski... Það er kannski svona orðið sem ég var að leita á hann, þegar ég var að segja, eru þeir nóg góðir? Þorvaldur Orri er klálega með þak, sem er miklu hærra heldur en hann var að sína. En spurningi mín er, og í raun líka með Lars og bara alla þessa stráka, ég meina, Lars er ekki að fara að stækka 10 cm viðbót. Þú veist, hvert er þakið? Er það að verða rulluspilarar í úrvalsdeild eða er það eitthvað meira, fattar þú? Það er allt svo ungu strákar, þú veist, bara sky is the limit, skilur þú veist, ég meina, þeir geta sprungið út bara, þeir, þú veist, sjálfstraust og allt þetta og geta bætt sér alveg svakalega mikið ef að hausinn er rétt skrúfaður á og ef þeir takast á, þú veist, þeir eru ekkert alltaf að standa sig og þeir munu gera mistök og leifum þeim að gera mistök og leiðum að læra þeim og þú veist, það er þessi teóría. En þú veist, Orri til dæmis, ég meina hann er alveg upp í þessari championship menningu, ekki bara sem leikmaður sjálfur, þetta líka ekki bróðir sinn, þú veist, þannig að hann veit hvað þetta snýst Já, hann er bara með þetta, þú veist. En má ég ætla að grípa þetta, þú veist, svona room for mistake, að gera mistök og leyfa þeim þetta. Þú veist, málið er að hérna, þá kemstu bara mögulega ekki í playoffs. Fattur mig. Þetta er svona, nú er ég Jakob, skilur, og nú var ég að þjálfa ungt lið í Hafnarfirði sem átti heldur betur að fá að gera mistökin og svo bara allt í einu vöknum við 0-8 og ég er rekinn og enginn úr því er lengur í liðinu. Toleransi fyrir því að gera mistök, það verður alltaf að vera minna. En það hlýtur að vera til einhver millivegur í þessu. Það er mögulega KR í fyrra, millivegurinn, svona allt í lagi ekki gott season og þeir fá eitthvað. En þú veist, þeir fá hann ekkert mikið lengur, ég meina, þú veist, við erum bara þannig klúbbur að þú veist að toleransi fyrir mistökum, þú veist, það er bara, hvað ég er að meina. Engin spurning, þú veist, og þú veist, identity í KR er bara þannig að þú veist, það er bara krafa að fara djúpt inn í allt saman. Ég meina, það hefur bara ótrúlega sjaldan í KR verið, ég meina, þegar liðið tekur early extra mútið Njarðvík, þegar þú ert ennþá formaður, þá var Gianni Collian að geta 40 mínútur sem Almar Orri hefði átt að fá að spila, sko. 16,5 árs Almar Orri, sko. Og á sama tíma er hérna, ég man ekki svona hver, einhver sem að Guðma veit að hvar er, þú veist, það vart með Þorvald Orra líka í liði. Og hann var þú veist, hann var 5 mínútur hér og þar og er lánaður ári áður allavega til Hveragerðis og eitthvað, skilur. Þannig að fyrir utan Tóta Turbo þá man ég ekkert eftir mörgum ungum káeringum að því að liðið hefur alltaf verið svo sterkt. Já, það er mál. Liðið vill alltaf keppa titla. Þannig að þú veist, ef þú ert ekki bara langbestur, þá færðu ekkert alvöru hlutverk í svona félagi, meina ég. Já, eins og Brynjar sagði líka á hann að þú veist að þessi leikmenn eru, þú veist, bara 22 ára í dag, loksins að brótast inn í einhvern hóp í úrvalsdeild. Þú veist, þetta var allt annað þegar að Brynjar er að koma upp og Martin og Elvar og allir þessi gæjar. Já, en samt sko, Brynjar var bara, þú veist, þú ert að tala núna bara svona generational talented gauðra, sko. Já, kannski. Veistu hvað ég meina? Já, engin spurning. En Brynjar var samt engin, þú veist, hann var engin raketta og þú veist, hann var svona, þú veist, ég meina það er ekki, ég ætla ekki að fara að bera sama Brynjar og þessar strákar sem er í KR-liðinu í dag, en þú veist, þakið á Lars, þú veist, á þessum aldri, búin að klukka hvað marga yngri landsleiki, búin að klukka hvað marga leiki í meistaraflokki, þú veist, hvenær getum við farið að pönkast á þessum gæjum, sko. En þá ætla ég bara að fara, þú veist, þetta er bara Bödda era sem við erum að tala um. Ég meina, Darri fór í Hamar í fyrstu deild, Elli fór með honum, þetta voru frábærir efnilegir 18-19 ára leikmenn. Darri tekur sísón í Þorlákshöfn, minni mig. Já, þú passar. Matti fór í IR. Þú veist, þessi gaurar löbbuðu aldrei fyrir 22 ára inn í neitt kálið, fyrir utan mögulega Martin, Tóta og Brynjar. Þeir þurftu alltaf að fara í þessi veikari lið og koma svo tilbúin tilbaka á Þorvald Orra aldrei. Sko. Það er kannski einmitt. Hvort sem það er 4+1 eða ekki, sko. Þannig að svona, já. Ég veit ekkert hvað ég ætla að fara með þetta, en mér finnst þetta bara áhvert. Já, þessi gæri eru allan í dag, þeir eru í KR. Þú veist, þeir eru, þú veist, við erum með þá í KR í dag, þú veist, þeir eru ekki á venslasamningum með láni eitthvað staðar í fyrstdeildin til þess að sækja einhverja mínútur. Hún er bara í boði að spila í mínútur, þú veist, þessar mínútur eru í boði í KR. Og þú veist, og þá er, þú veist... Það var bara að gera að fara að geta eitthvað. Já, það viljum við sjá, og þú veist, og standa á baki við þeim, og þeir eru með quality í það, þú veist, og þeir bara... Ég meina, þú veist, eins og með Brynjar Þór Björnsson, þú veist, hann sterkasti eyðigi, það var hausinn á hann. Já. Hann bara hafði ofurtrú á sjálfan sér og þegar það þurfti að taka stóru skotin og delivera, þá
þá Og leik bara best í má þeim. ég fá boltan, takk. Já, ég meina á sama tíma, ég meina þetta samt bara svona leiðir okkur í það sem að bæði Brynja var að segja og þið voru að tala að menn voru alltaf, þetta átti að vera Nimrod. Já. Skilur við? Já, Og þá hugsa maður bara svona, ok, ég bara eitthvað Þorvaldur Orri heima hjá mér, ég Tóti Turbo heima hjá mér og ég bara, bara fuck you, ég get alveg græða það, sko. En ég alveg vissi það að menn hafa bara lært sína leksíu, þú veist, sem maður lærir alltaf okkur einasta ári, alveg saman hvort þú sitt með fullt af árum, hókina reynsla á bakinu sem stjórnarmaður eða formaður eða þjálfur og allt þetta, bara læra af þessu, ok, og ég meina, þetta voru mistök að hanga á þessum gæja, þessum Nimrod og allt þetta, það er allar saman það er bara búið að gert og nú er bara full að ferð áfram með þetta season, koma okkur í play-offs, gera heiðilega allavega því að koma okkur í nefndunarúrslit og allt þetta. Hvar heldur þú að liðið lendi? Hvar heldur þú að liðið lendi? Og ekkert eitthvað, bara svona, ekki ef allt gengur upp eða eitthvað, þú veist, það er bara ávið alla. Ég held það, sko 4. og 5. Þetta er rostur upp á 4. seti. Ég segi 4. og 5. Ok, Brynja líka, það er allir saman. 4. og 5. með þeim fyrirvara að við verðum ekki fyrir alveg meðslum. Já. En það er þannig hjá flestum. Það er hjá öllum lið. Ég meina, ég veit það. Já. Og svo er þetta gríðarlega spennandi, sko, ef við náum að ná þeim markmiðum frá sem við ætlum að ná og við verðum í góðri stöðu núna mjólin á jólafríði hefst, hvort það verður gerð þá svona heiðileg leit í að finna einhvern svona trukk inn í teig. Svona eins og Gigliotti hugmyndin var í fyrra. Já, ég var náttúrulega Já, en eitthvað svoleiðis. Tóku trukkinn, skilur við, bara passa ekkert inn í stílinn. Nei, passa ekkert inn í, nei. En þú veist, minnst þú skoða það? Já. Ég er spenntur. Mér finnst einhvern veginn vanta eitthvað. Ég held að þetta 4. púlt gæti komið fyrr en þið haldið, sko. Og ég sé fyrir mér, sko, að 4. útlendingur komi, sko, ekki áramótin vegna þess að menn fá blóð á tennurnar. Heldur sé ég meira fyrir mér að það kemur áður en félagaskiptagluginn lokar. Vegna þess að liðið er one man short að vinna svona til að tala endalaust ensku upper halfliðin. Já, það getur alveg. Það er alveg punktur líka. Ekki spurning. Ég held að Jakob sé alls ekki stressaður náungi. Ég þekki hann ekki mikið en svona hann virkar einhver rólegasti náungi sem að ég bara tala við. Það er hárrétt hjá þér. En ég trúi ekki öðru en að hann sé samt núna eða gengur illa í æfingarleikjum, fyrstu leikjum. Ég er ekki að segja að hann verið stressaður en hann er svona einhvern veginn svona hungrið í að vinna fleiri leiki en tapa, þá bara svona er hann jafnvel farin að banka hjá einhvern stjórnarmönnum og okkur vandar einni viðbót, sko. En Jakob, þú veist, hann er mjög yfirvegaður, hann var það líka sem leikmaður og sem þjálfari, en ég sá samt alveg síðasta vetur að hann var alveg farin að hvæsa þegar hann misleikaði eitthvað og menn fóru út úr því sem hann var búinn að leggja upp og allt þetta og það var alveg skemmtilegt að sjá það, þú veist, að hann actually það element. Já, þú veist, þannig að já, ég treysti hann fullkomlega til þess að leiða þetta áfram og setja, sko þjálfarar eiga líka að setja press á stjórnarmann. Ef Jakob til þess að þurfa að 4. útlendingin, þá það bara setja á fund og vera helst bara komið með hann og segja, herðu, þetta er bara gaurinn sem ég þarf hérna. Og hann er framkvæmdastjóri deildarinnar. Já. Og hann getur bara tekið þessi ákvörðun sjálfur. Það er annað sem að mér fundist pirrandi, sko. Líka þegar Káur fjall, þá var hann tekin Jalal Púr sem að Njarðvík ráku. Og svo var núna síðast tekin Gigliotti sem að Grindavík ráku. Og maður bara svona síðan hvernig er Káur að pikka upp einhverja andskotans brauðmóla. Þess vegna er ég svo hrifinn af þessu núna að vera að taka þennan Kana og þennan Serba sem aldrei hafa spilað í Íslandi af því það er dálítið mikið lenska og það er sérstaklega einu félagi þar sem að þeir horfa á viðkomandi leik maður spila með einhver öðru liði og pikka hann svo upp hérna síðan eftir, skilur en hérna ég er bara pínu hrifinn af þessu approachi núna. 2 sem við höfum aldrei séð deildinni og ég meina þú ert með Grindavík sem er bara með leikmenn sem hafa verið hérna og hafa verið með tölur hérna með Tindastól sem að fyrir utan einn er bara með leikmenn sem hafa slegið gegn og Valur, þú veist, það er alltaf einhvern veginn farið í Bertóne, Lórsson, Badmus, bara sömu talandi umbóðsmennina, þeir eru með spýdæl á þjálfarana og stjórnumennina í þessum félögum bara hei, Callum Lawson, það var að vera rekan hérna í Þýsklandi hvort viltu bjóða, þú veist svona mikið eða svona mikið. Það er alveg gaman
af því að svo getur það líka verið algjört kjaftaði sko, það getur alveg þessi Serbi kannski bara allt of hægur fyrir Ísland og Kaninn með lágt IQ sko. Og það ekki spurning að þessi roster að boksa upp fyrir sig, þú veist, það alveg þannig, þú veist, það alveg vel betur mannaður roster í þessari deild þegar deildin byrjar. En þú veist, það einhvern veginn, þú veist, allan að það mín tilfinning fyrir Vesturbænum að þú veist, það svona stemming yfir þessu, þú veist, það eru allir á því að þú veist, klúbburinn á að gera meira enn í fyrra og þú veist, það mæting á vellina, ég meina, þú veist, það væri gaman að sjá hvernig mæting, þú veist, fyrir áramót, ég held að KR sé alltaf bara, þú veist, mjög ofalega þó við séum endilega, þú veist, vorum hann bara í 8. sæti. Mögulega verður sko, ég svona spá í, þú veist, bara svona hvernig spáin væri, menn setja nýliðana, Þorlákshöfn, mögulega IR, Keflavík hefur ekki annánsa neitt. KR verður spáð 7. sæti. Já, KR verður spáð svona 7. eða 7. sæti. Já, 7. 7. sæti. Já, ég að reyna að finna eitt liðið viðbúið til að setja fyrir neðan. Þegar menn setja ekki... Kannski Þorláksson, ég veit ekki. Já, ég setti þá. Já. Þetta er sammála, þetta verður svona 7. og þið spáðu 4. og 5. Já, þú veist, það svona... Við bara þannig gerðir, skiljum við. Sko, fyrir mér, það sem að ég spurði Brynjar á hann og hann svona eiginlega svaraði ekki. Bara svona, ég borga mér út 20 miljardar í arð og bara labba inn og bara teki yfir. Og bara svona, ég ætla að vera Íslandsmeistari. Ég er með Toto Turbo. Ok, ég er með þessa 3 útlendinga sem að ég búið að sæna. Ég ætla að sæna einni viðbót. Einn svona alvöru sem að ég ætla að fara í Grindavíkur handbókina og taka Mortensen eða Badmus Akkurat, já. Og svo er ég með Þorvald Orra sem 7. mann, alla hina að berjast og þá er hægt að segja við ætlum að keppa við alla, að mínum mati. Já, ég held að það sé alveg rétt sko. En svo er þetta líka bara þannig sko, þú veist, ok, við tölum það eru 3 ár síðan hann var spilaði í apríl á Meistaravöllum. Já. Ok, síðustu titill 2019, það þá hvað 6 ár síðan. Já. Og tekur fyrstu titilinn ekki með? Nei, hann fær ekki. Er hann ekki upp á vegg? Ég held að sé ekki í neinum skáp. Ekki upp á vegg? Nei, ég held ekki sko. Og svo bara förum við núna bara rosalega mörg ár aftur í tíman og svo kem ég að þessum punkti. Njarðvík, síðast Íslandsmeistari 2006. Keflavík 2008. Grindavík 12 og 13. Þannig að hvað segir það okkur? Það örugglega að minnstakosti 8 lið á hverju einasta hausti sem fara inn í mótið með því markmiði að vinna titilinn og hlaða í bara lið með tilhörandi kostnaði. Og þetta er bara eitt stór vígvöllur á hverju einasta tímabili. Og það þarf allt að ganga upp til þess að komast að þessum markmiðum sem að liðin hafa sett sér. Já. Þú veist. Já, en sko, mér finnst KR ekki verið að gera það. Við erum að fara aðra leið. Það partur af þessari, þú veist, vegferð finnst mér, sko. Það er þetta rebuild, svona... Ég er hrifinn af þessu rebuild filosófíu. Og þetta er bara KR leiðin. Við erum ekki með einhverju fullt af leikmönnum sem að bara, hver er þetta? Við verðum að hafa tengingu. Það er allan fyrir mína parta. Þessi bossmenn leikmenn. Já, það er sameiginlega. Akkurat. Það er alltaf eitthvað bidvor á vorin. Siggi Péturs var núna klálega bidvor, það voru allir eftir honum. Þú veist, Hilmar Hennings í fyrra ára semistjörnu. Þetta eru fáir leikmenn. Mjög fáir. Mjög fáir bossmenn leikmenn sem allir vilja fá og svo ennþá færi Íslendingar. Örugglega bara 3 eða eitthvað. Og svona við höfum ekkert verið eitthvað það er punkturinn minn. Ég held að KR sé ekkert endilega í þessu, skilur við, bara svona eigum við að bjóða meira en Tindastóll og Valur í Tæf og Badmus. Nei, við erum ekki þar. Við erum ekki þar. Við viljum ekki vera þar. Nei, nákvæmlega. Allan svona Þetta leiði mig síðustu spurninguna fyrir utan Þorlákshöfn liðið sem að var með Styrmi og Mortensen og erlenda leikmenn á fyrsta ári í Íslandi Drungilas og Lawson var endur á öðru ári eða 1,5 ári eða eitthvað hægt að vinna titil með því að nota þessa leið eru liðin sem hafa verið að vinna usual suspects síðustu ári Tindastóll Valur og Stjarnan með sko heilan hóp af Íslendingum sem að eru núna í landsliðinu eða hafa verið hlinu með 100.000 landsleiki þú veist, er hægt að vinna
titil Á með að þessum nota pælingum. þessa leið, á þessum pælingum. Þessa filosofíu. Já, þú veist, með engan Íslending, ok, Þórir sem ungur maður, skilur, hann var ekki í Tindastóð þegar hann var þar og enginn af þessum útlendingum hefur gert neitt hérna þannig, þú veist. Ég held að, þetta ekki bara eitthvað sem að, þú veist, íslensku körfubolti stendur fram fyrir að pæla í, skilur, þú veist, hver leiðin að árangri? Þú veist, það, þú veist, er KR að fara réttu leiðina með því að velja eitthvað svona leikmenn? Eða það að hlaða byssurnar og taka alla bitana Sko, þegar Tindastóll verður Íslandsmeistari undir stjórn Pavels, þá Pétur í mínútum. Og auðvitað Sigtryggur og hinni strákarnir íslensku, Ragnar Ágústsson, en svo ertu samt með Drungílas og Tævo Badmus sem er bidvorum á hverju einasta ári. Og svo verða þegar Valur var Íslandsmeistari, þá verður þeim með sinn kjarna af íslensku leikmönnum sem að svona bindur þetta saman og gerir þá að Championship liði. Og Stjarnan... Og þegar við vorum á okkar önni. Já, svo þegar við vorum á okkar önni. Stjarnan á síðast tímabili með, þú veist, alvöru íslenska gæja, þú veist, Ægi, Hlyn, Orri, ég er rosalega og Hilmar, það er bara 3 sem eru í lokahóp í landsliðinu, sko. Og fyrir mér þetta leiðin, sko. Já, og Henningsson, ég meina Hilmar. Já, þetta, þú veist. Og Tindastóll búin en Tindastóll búin bara, það var bara overcrowding liðið, skilurðu, og vesen að finna mínútur og halda öllum sáttum og allt þetta. Já. Og ég meina, hvað gerðist? En Stjarnan eru svona að sækja þessa íslensku leikmenn annað. Ég meina, Hilmar Orri er að koma heim úr atvinnumennsku. Ægir er að koma heim úr atvinnumennsku. Bjarni Guðmann er að koma heim úr college. KR hefur nú alveg getað, þú veist, eitthvað... Er KR með á þessum markaði? Fattur þú hvað ég meina? Ég held að KR... Sorry, svo leiði þér að klára. Já. Annan markaðin verður að taka. Annarkvort eftir rándir útlendingunum eða rándir Íslendingunum. Ef þú ætlar að fara smíða lið. Já. Ég er fylgjandi því að fara leiðina með Íslendingana. Það líka er svona meira satisfying að vera samla saman pening fyrir íslenski leikmenn. Svo er það bara Ægi, hvað er hann búinn að spila mörg ár með Stjörnunni sem dæmi. Það er bara gott dæmi. Hann er bara stjörnumaður. Þú veist, hann kom í KR hérna, eitt ár vann eitt stykki bikarmeistaratitil og fór svo í atvinnumennskuna korteri fyrir play-offs. Og þú veist, ég meina, Hlynur, þó að hann sé náttúrulega uppvalinn og var að spila í Hólminum, þá er í mínu huga einhvern veginn meiri stjörnumaður og allt þetta. Þannig að ég segi, mín fílósofi er það, herru, við skulum frekar pöngast og náði peninga fyrir Íslandsstrákana og þeir eru að koma sér fyrir og allt þetta, skilurðu, og þeir eru ekkert að fara. Að meðan hún tekur einhvern einn gaur, borgar hún fullt af pening og svo er hann bara farin aftur vorið. Eða tekur næsta stærri samninga. Eða tekur stærri samninga. Já, umboðsmaðurinn verður byrjaður að tala við Grindavík eða Tindastól í febrúar, sko. Bara... Þetta er allan að KR-leiðin og þú veist, ég veit alveg að margir eru væntanlega að elta þetta, þú veist. Og við erum ekkert að breyta út á vananum. Og Þið mættu báðir velja bara sækja 2 Íslendinga, bara hverja sem er. Þurfa ekkert að vera KR-ingar. En bara svona, þú bara sænar Hilmar Hennings í 15 ára, bara gera hana Hlyn Bærings KR-inga fyrir næstu 10 árin. Hverja takið þið? 2 leikmenn. Ég taka Hilmar. Já. Og svo hann farið síðan út, en þá tækjum við hann. Já, við segjum bara að þeir fari ekki út. Þeir fari ekki út. Nei, þú bara getur sótt hvern sem er, 10 ára samningur og bara verður í KR. Þau bara gerið íslenska leikmann að KR-ing for life. Það getur við tekið hann úr atvinnumennsku núverandi? Nei, alls ekki. Þið með ekki sækja Martin og Elvar og Tryggva. Einhverju úr deildinni? Sko, bara fljótt á litið það. Og myndi taka Hilmar. Já. Og... 5 ára samningur. Þetta má alveg vera Haukur Helgi, sko. Eða Kristoffer Eikóks eða eitthvað. Þetta þarf ekki að vera einhver sem þið þurfum ekki að horfa í það. Hilmar Hennings og Kristoffer Eikóks. Ok. Já, þú veist. 5 ára samningar í KR, þá getið þið keppt við alla. Já. En þú? Sama með, þú veist, Ægir, skilurðu? Já, Ægir er náttúrulega eldri. Já, en þú veist. Ok, já. En svo Hilmar er náttúrulega, þú veist, það er autopick, sko. Þú veist, ég meina, Kristoffer 2 árum eldri en Ægir. Aha? Nei. Kristoffer 93, Ægir 91. Ægir er 2 árum eldri en Kristoffer. Já, ég meina það. Já, Kristoffer 2 árum, já. Og... Já. Hilmar og Ægir? Já. Þú myndir bara taka ástfistin úr Stjörnunni? Ok.
fer. Henda þeim í röndóttu treyjuna og keyra á þetta, sko. Já. Þannig að ef Hilmar ætlar að horfa á hana þá áttu að vera að hlusta og bara hugsa þetta bara í... Þetta væri alveg fallegur í Vesturbænum. Það vilja alltaf allir koma í KR. Þetta er svona, þú veist, klúbbur sem að, þú veist, það sem er mjög fyndið að sitja hérna, eins og ef að horta á Tindastóls þáttinn, þar sem að þeir eru að koma úr finals og svona kasta þessu frá sér. Já. Svo erum við að sitja hérna sem KR-ingar og við vorum ekki í play-offs í fyrra. Nei. Þetta er stór furðulegt. Það er mjög furðulegt. En samt erum við alltaf með þetta púla, ég veit alveg að, þú veist, flestir vilja setja KR-treyjuna á sig á einhverjum tímapunkti í ferlinum. En það þá leiðir mig í bara alveg síðustu spurninguna í allt og löngum þætti. Fólk mun sem alveg klára að hlusta á hann. Jú, það er takkið á kvöldum. Þú veist, það er þetta KR-púl, ok? Ég er alveg sammála. Þú veist, þetta er bara, þó að Real Madrid vinni ekki titil í 4 ár, þá er þetta samt Real Madrid, skilur við. Það er svona svipað konsept. Það er saga þarna og allt það. Ég veit ekkert hvað er mikið til að banka bók KR-inga. Vonandi eitthvað, því að það er alveg verið að sæna einhverja leikmenn. Af hverju er þá ekki búið að, þú veist, af hverju var þá ekkert eitthvað svona sem að gera mig sem körfubolta áhuga mann spenntan fyrir sísoni? Þú veist, það var sóttur leikmaður og Þór Akureyri. Já. Ég held bara við séum bara það... Hvar er púlið? Við erum náttúrulega að treysta, þú veist, eins og staðan í dag, erum við ennþá með öll okkar egg í heimamönnunum, þú veist, uppöldu strákan sem eru í liðinu í dag. Þú veist, og það er líka brútala að, þú veist, að fara að sækja einhverja íslenska aðra gæja og skópla uppöldum gæja í burtu. Þannig hefur bara KR-filosófían verið gegnum árin. Þú veist að ef þú ætlar að koma inn fyrir þennan gæja, þá þarf það að vera miklu, miklu betri. Já, ég er að tala um þann flokk. Ég er að tala um þann flokk. Já. Þetta verður bara að koma í ljós og þetta er bara Egill og stjórnin þarf bara svolítið að díla við þetta, þú veist. Þeir þurfa að fara í það að ná í leikmenn sem að Real Madrid er að skoða en ekki West Ham, sko. Já. En svo verðum við líka að taka inn í myndan, þú veist, það er ýmislegt gengið á, alveg frá þetta fræga COVID-tímabil og allt þetta, þegar deildin er slaufað og allt þetta, svo kemur tímabil þar auðvitað, það er sláum út Val í 8 liða, svo fellur liðið og allt þetta, þannig að það er líka pínu, þú veist, leikmanna, stjórnar og þjálfara, sönnum okkur hérna, að við séum á réttri leið og allt þetta, skilur við, að því við höfum ekkert verið með, þú veist, þannig séð, þú veist, baby step í fyrra. Baby step í fyrra. Þetta var algjört baby step, engin spurning. Við vorum einu leik frá því, þú veist, að komast inn í úrslitakeppnina. Það er ekki svo að við erum bara át hérna. Við vorum það bara í... Það er bara þið og einhverju harði káningar sem muna hversu mörgum leikjum þið voru frá play-off, sko. Við hinni munum bara að þið voruð ekki það. Já. En þetta eru þessi leikir sem að fjallu allir hinum megin, IR og hann að Grindavík í restina og þetta voru algjörir daggerar, sko. Þú veist, það er alveg þannig og það skrifast líka bara á hópinn að læra af því að þegar þessi moment komi upp að þú veist, þá verður maður bara að vera stærri og þurfa bara, þú veist, að berja sér á brjóstið og... Þetta IR það var mjög ljótt, sko. Já, það var bara hræðilegt. Sama svo sem með Grindavík, sko. Já. Þú veist, þeir höfðu enga keppa. Nei, þetta var einhvern veginn bara svona, þetta var ógeðslega leiðilegu leikur, ég man eftir honum. Þannig að þetta var svona algjört klúður, sko. Þannig að... Heyrðu, erum við ekki bara vel tæmdir eða? Við erum búin að leysa alla lífsins gátur hérna. Já, við erum búin að smíða... Man er bara peppaður og spenntur fyrir, við það? Enga spurning. Áfram Ísland á morgun. Já. Ég ætla ekki að horfa leik. Ég held að það sé 12 en ekki 11. Ég ætla að vera pólitísk núna, ég ætla ekki að taka þátt í leik. Nei, þú ætla að fara að mótmæla? Nei, auðvitað horfi ég á leikin, hvað er það? Við keyrum á þetta. Herru, takk fyrir að mæta. Við gerum þetta upp í vor. Takk fyrir að bara bjóða okkur. Gaman að hafa ykkur. Áfram KR. Já. Við ætlum að spila Run and Gun með Tóta og Dóra Kvantana. Það verður ekkert Run and Gun með 30 Serba. Jú, þegar hann fær það sem þarf að gera til þess að djöflast á bara, það var ekkert annað í búið. Já, spenntur að sjá það. Absolutt. Takk fyrir í dag. This is my football field, throwing passes from my shoulder pads apparel, but the QB don't stand for no quarterback. Every word is like a cause y'all all soft and I'm the black hearse that came to haul y'all in. This for the hood by the corner store. Many try, many come at Nas if you want a war. Get it. I got mine, I hope y'all